Ég heiti Arnar Pálsson og námsbrautarstjóri í líffræði og núna ætla ég að kynna fyrir ykkur meistaranám í líffræði og í lífupplýsingafræði. Í fyrsta lagi, hvers vegna skiptir líffræði máli? Jú, það eru margvísar ástæður fyrir því. Við mennirnir erum lífverur, við orðum lífverur, við erum hluti af vistkerfi, innanlands heimsvistkerfi eins og við erum að sjá nú til dags með veiru sem flakka milli heimshluta. Við hagnýtum okkur alls konar eiginleika lífvera í lyf eða í byggingar eða iðnaði eða eitthvað slíkt. Þannig að það er margt sem að snertir á líffræðina. Hver eru viðfangsefni meistaranáms í líffræði við Háskóla Íslands? Þau eru mjög fjölbreytt, þau spanna allt frá smáum verum til vistkerfa, eitthvað sem gerist á stuttum tímaskala eða löngum, eðlilegt ástand eða sjúkdóms eða einhverju undirliggjandi kerfi. Við erum að horfa á eiginleika lífvera eins og til dæmis þessa Arnar sem að horfa á ykkur núna og þið getið spáð í, drápseðli í DNA, hversuna horfir hann svona á okkur, hvað vill hann gera? Það er eitt af viðfangsefnum innan líffræðinar. Önnur spurning sem að reynda sérfræðinga við deildina að rannsaka hvernig þoldi örninn innræktunina sem að varð þegar stofnum var komin í 25 pör. Núna er verið að skoða erfðabreytileika í þessum stofnum og athuga hvort hann sé alvarlega innræktaður og hvort það munir hreinlega deyja út eða ekki. Það eru margvíslegar annars konar rannsóknir á líffræði innan deildarinnar og spannar allt frá þroskunarfræði rannsóknum á lífverum. Hérna erum við að horfa á myndun auga í ávaxtaflugu og þannig erum við að reyna að skilja hvernig taugarnar, þessi bláu þræðir, ganga inn í heilan og tengjast á réttan stað. Það er líka hægt að spyrja spurninga um vistkerfin. Hérna er birki á Skeiðarársandi sem er búin að vera að nema land á örfoka söndum eftir að jöklarnir hopuðu og það er verið að rannsaka hvernig vistkerfin breytast á skömmum tíma. Það er hægt að kannast samskonar spurningar á Surtsey sem kom úr sjó fyrir 57 árum og allar lífverur þurftu að nema þennan eldklett og einhvern veginn búa sér til svæði þar. Og einnig getum við spurt spurninga um far fugla eins og hann Gunnar sem er að eiga við súlurnar hvernig ferðast fuglar milli meginlanda, hversu ákveða sumir fuglar að ílengjast en aðrir að ferðast. Gunnar hefur einnig verið að rannsaka fuglaflensuna sem að berst með fuglum yfir hnöttinn. Meistaranám í líffræði er sem sagt framhaldsnám, 2 ára yfirleitt rannsóknarmiðað nám, þessi sjálfstöð vinnubrögð stúdenta ganga út á að svara einhverjum ákveðnum spurningum. Yfirleitt eru þetta sem sagt 90 einingar í verkefni en þekkt að stundum eru þau 60 einingar og þá á móti samsvarandi hlutfall af kúrsum. Og það er sem sagt frekar þröng skylda, það er bara 2 aðferðafræðinámskeið, það sem er verið að rýna í greinar, læra fagmennsku, vísindalega aðferð, flytja erindi, búið til veggspjöld og fleira. Og síðan er val námskeið á ólíkum sviðum sem myndi þá henta viðkomandi verkefni. Inntökuskilyrðin frekar einföld, viðkomandi þarf að hafa grunnpróf í líffræði eða sambærilegri grein, uppfylla lágmarkseinkunn og vera með meðmælabréf ef að viðkomandi hefur ekki útskrifast frá HÍ. Það sem að skiptir kannski meira máli er það að viðkomandi hafi gert sér hugmynd hvers konar meistaraverkefni hann vill gera og með hverjum. Það þarf að ákveða verkefnið og leiðbeinandann áður en sótt er Þannig að ef þetta er eitthvað sem þið eru að hugsa setið ykkur í samband við sérfræðinga á því sviði þar sem að þið myndi vilja vinna og reyna að kynnast í. Þannig að þetta finna auglýst verkefni, það er að hafa samband við sérfræðinga sem eru að vinna í fuglaflensu eða þroskun flugna eða einhverju. Það er líka hægt að vinna rannsóknarverkefnin á öðrum stofnunum, til dæmis Hafrannsóknastofnun eða Íslenskri erfðagreiningu, en þá þarf að vera umsjónarkennari innan háskólans. Það er eitthvað sem við getum útfært og ræði bara við mig varðandi útfærsluna á því. Rannsóknarverkefnin eru mjög fjölbreytileg og ég ætla bara að tiltaka 3 svið sem að meistaranemar hafi verið að sinna mjög mikið á undanförnum árum, en það eru fjölmörg önnur sem að liggja fyrir fólki. Þetta er mjög raunverulegt svið. Guðmundur Hrafn er að rannsaka meðfædda ónæmiskerfið sem er eiginlega fyrsta svar líkamanns eða fruma við sýkingum. Þannig að þegar COVID-19 veiran lendir í okkur þá er innfædda ónæmiskerfið fyrsta vörnin. Og frumubinda ónæmissvarið það kemur mun síðar og í sumum tilfellum of seint því miður. En þetta er það sem að Guðmundur er búin að vera að rannsaka, hvernig þetta kerfi virkar, hvernig er hægt að örva það með vítamingjöf eða efnum eða eitthvað slíkt. Hópur
rannsókna snýst vistfræðilegan fjölbreytileika og tegundir. Hérna bara eitt leiksvið sem hefur verið að rannsaka, þetta eru bleikjurnar í Þingvallavatni. Þær numu vatnið fyrir 10-12.000 árum og hafa þróast á mjög skömmum tíma í fjölbreytileg form. Og þetta leiksvið mjög fjölbreyttara rannsókna sem hefur verið að spyrja form fiskana eða vistfræðilega virkni, hvað þeir að borða, hvað gera þeir, hvað áhrif hafa þeir, líka erfðamunin á milli þeirra, hvernig genin eru tjáð í þroskun, hvernig hegða fiskarnir sér, hvernig makast þeir og fleiri þeimdur. Stórt rannsóknarsvið innan stofnunarinnar er loftslagsbreytingar og vistkerfin og hérna tiltekið bara dæmi rannsóknir á Auðkúluheiði þarna upp í hægra megin. Þarna sjáum við svona búr sem eru að herma eftir loftslagslínun og þetta er svona rannsókn sem er stór og alþjóðleg og það sem að sömu búr eru sett upp á ólíkum svæðum og síðan er þetta að spyrja hvernig svara vistkerfin þessum aðstæðum. Og þetta er hægt að kanna sem sagt með því að horfa á vöxt einstaklinga en líka hægt að horfa á örverur eða mosa eða fleiri þeimdur og rannsóknirnar spanna allt frá sameindanálgunum til vistfræði rannsókna eða kerfisgreininga. Að námi loknu þá búa meistararnir yfir fjölbreyttri færni. Það er sérþekking á sínu sviði en líka sjálfstæðum vinnubrögðum, reynsla að vinna í alþjóðlegu umhverfi, stunda rannsóknir og afla nýrra þekkingar. Og síðan kannski það sem brýnast er að eiginlega átta sig smá á því hvernig vísindin virka og hver takmörku aðferðavísinda eru, þannig að fólk temur sig kannski smá svona grandverðni og gagnrýna hugsun. Það opnast margs konar dyr við það að fara í gegnum svona nám. Það eru fjölbreyttar rannsóknir í líffræði, sem sagt innan stofnana eða fyrirtækja, sveitarfélaga. Þetta getur falið í sér ráðgjöf, vöktun, stjórnun, nýsköpun. Margir leita einnig í kennslu. Það er þetta bæta við sig einhverjum kennsluréttindum og síðan opnar þetta einnig leið út í frekara nám eins og doktorsnám í líffræði eða einhverjum skyldum greinum. Það er hægt að fræðast meira kosti og möguleika með því að fara á vef Líffræðistofu Háskólans. Það er listi yfir mörg af þeim meistarverkefnum sem hafa verið gerð á síðustu 10-12 árum, ekki öll. Og það er hægt að finna lista yfir kennara og sérfræðinga sem einhver geti hugsað sér að vinna með. Ég mæli einnig með að fólk velti fyrir sér hvað átt að gera, hvað þú vilt gera til að komast í framhaldsnám. Þú getur leitað á þessum leitarorðum og finnið pistir það efni eða bara sendt mér tölvupóst og fengið frekari upplýsingar. Bestu þakkir. Nú ætla ég að fjalla stuttlega meistaranám í lífupplýsingafræði. Þetta er ein af yngstu fræðigreinum vísindana. Hún eiginlega spratt upp úr erfðamengjaverkefninu þar sem að miðaði að raðgreina erfðamengi mannsins sem var lokið fyrir það bil 20 árum. Og í kjölfarið kom flóð af erfðaupplýsingum, RNA, prótein, alls konar upplýsingum sem að við erum að eiga við. Þannig að viðfangsefnin eru sem sagt fjölþætt. Við erum að horfa á lífupplýsingar úr mönnum eða örverum eins og sjáum við vinstra megin, en það sem þetta á sameiginlegt að við erum með gríðarstór fylki þar sem eru margir einstaklingar eða gagnapunktar og síðan eru við með eitthvað eins og fylkinu í miðjunni erfðabreytileika eða magn RNA eða bindingu próteina í tiltekinni frumu eða efnaskipta mæligildi eða fleiri þeimdur. Og margar rannsóknir miða því að samþætta þessu ólíku gögn. Það er eiginlega 2 meginsvið í þessu fagi. Það er þá þróun aðferða sem snúa því að hvernig greinum við DNA-gögn, hvernig greinum við gögnum próteinbindingu í erfðamengjum eða sýrita upplýsingar úr vöðvum eða eitthvað slíkt. Og síðan er það felur í sér náttúrulega heilmikla svona forritunarvinnu. Það þarf að hanna forrit eða reiknirit eða tölfræðaðferði til þess að vinna úr þessum gögnum og átta sig á því hvað er raunverulega merkið og hvernig getum við gert þetta sem best. Og síðan er hin hliðin á peningnum gögnin sjálf. Við erum að reyna að nota þau til þess að svara einhverjum spurningum sjúkdómsástand manna, lífeðlisfræði einhverja fruma, vistkerfi í maganum á okkur eða út í náttúrunni eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum að horfa á frá örverum sem að geta verið inn í okkur eða í heitum hverum eða hvar sem er. Við getum einnig horft á erfðaupplýsingar úr lífverum. Hérna erum við með þróunartré fyrir ferskvatnsmarflær sem að finnast hérlendis og virðast hafa lifað af undir jöklum í milljónir ára. Þetta er svo þróunartré fyrir þessa einstaklinga. Tré fyrir eitt gen úr einni tegund
Það hægt að gera sambærilegt tré fyrir mörg gen úr mörgum tegundum eða einstaklingum og spyrja þróunarsögu stakra gena eða erfðamengja eða stofna eða eitthvað slíkt. Við getum líka rýnt í genatjáningu sem það í mörgum ólíkum stofnum eða frumulínum til dæmis. Oft erum við að horfa á þetta í svona þroskunarfræðilegu samhengi, það sem vera að spyrja hvernig genatjáning í þroskun eða þegar eitthvað gen raskað eða viðkomandi vefur fær eitthvað umhverfisáreiti eða veiru eða eitthvað slíkt. Við getum líka beitt svona erfðanálgunum til þess að reyna að finna erfðaþætti sem að tengjast einhverju svipfari. Hérna er verið að kortleggja erfðamun á milli einhverja fiska í Þingvallavatni en það er að gera sambærilegt fyrir breytileika í manninum, sjúkdómsástand eða húðlit eða hvað sem er. Námið er þannig uppbyggt að þetta er yfirleitt 2 ára meistaranám, sjálfstæð vinnubrögð, helmingurinn er rannsóknarverkefnið og helmingurinn eru kúrsar. Og uppleggið nokkurn veginn þannig í kursunum, það svona afmörkuð skylda, það skylda að taka námskeið reiknirit og erfðamengi á lífupplýsingafræði og síðan svona faglega kursa rýningu vísindagreina og vísindalega vinnubrögð og síðan val svona fjölbreytta kursa annars vegar á svona tölvunarfræði stærðfræðimegin eða líffræðimegin eftir áherslu og áhugum. Þannig að ef einhverjum vantar kannski frekar upplýsingar sérhæfða gagnagrindur eða strengjavinnslu tölfræði eða eitthvað svoleiðis, þá myndi viðkomandi geta tekið svoleiðis námskeið eða þarf að uppfræða sig frekar sameindakerfin, mannarafræði eða spurningar í þróunarfræði, þá er þetta að bæta því við. Sem að ber okkur að næsta máli sem þá inntökuskilyrðin. Það BS-próf í líffræði eða tölvunarfræði, leiðréttist hér, eða stærðfræði eða skyldum greinum, þau opna viðkomandi leið í þetta nám. Það er lágmarkseinkunn upp á 6,5 en það er krafa að þessum 6 námskeiðum sé lokið. Þannig að það 3 sem eru tölvunarfræðimegin, tölvunarfræði 1 og 2 og stærðfræðimynstur og síðan 3 líffræðimegin sem eru erfðafræði, þróunarfræði og sameindaerfðafræði. Það eru dæmi það að fólk hafi innritast í námið, kannski vanti stærðfræðimynstrið eða tölvunarfræði 2 og getur það bara lokið þeim kursum meðan á MS-náminu stendur. Og síðan þá meðmælabréf. Verkefnið, það er náttúrulega lykillinn í þessu öllu. Það er mikilvægt að viðkomandi nemandi finni verkefni sem hann hefur áhuga á og getur unnið. Og það er eitthvað sem gerist á fyrsta eða öðru misserinu, þá munu nemendur kynnast ólíkum kennurum og geta átt að segja hvort þau vilja vinna með forritunar verkefni eða gagnavinnsluverkefni og velja þau verkefni og hanna það í sambandi við leiðbeinanda. Það geta verið einhver verkefni sem hreinlega auglýst af því einhver þarf hjálp við að raðgreina eða skilja erfðagögn úr örnum eða úr einhverjum heitum hverum eða eitthvað annar staðar. Það getur líka bara verið vegna þess að viðkomandi sérfræðingur opnar á möguleika og nemandinn tilbúin að vinna með þessum sérfræðingi að einhverjum þessum spurningum sem vorum að tiltaka áðan. Það er einnig töluvert að nemendur vinni verkefni fyrir utan háskólan eins og í íslenska erfðagreiningu og þá er leiðbeinandinn staðsettur við þá stofnun eða fyrirtæki en umsjónarkennarinn við Háskóla Íslands en allt annað eins. Hér sjáum við lista yfir nokkur af þeim verkefnum sem á sviði lífupplýsingafræði sem að lokið hefur verið við þessa náms við Háskóla Íslands og ætla bara að tiltaka 2 þeirra aðeins nákvæmar. Heiða Rún, hún lauk þessu verkefni með Páli Melsteð og Bjarna Halldórsinni á Decode þar sem voru að skoða lengdarbreytileika í erfðamenginu. Þannig að Heiða var að hanna svona algrím og útfæra hann og til þess að kanna erfðabreytileika og finna hvað veldur stökkbreytingum í þessum tiltekna breytileika. Og hún fann að það er því eldri sem foreldrar eru, því meiri líkur eru á það að þessi breytileiki verði til í kynfrumum þeirra. Annað verkefni sem að Dagný og Baldur voru að rannsaka er genatjáningu og þá er það tjáning á hverju tilteknu geni í 4 ólíkum arfgerðum. Þetta er þá svona stórt fylki sem er þá mismunandi tjáð gen í þessum stofnum og þau eru þá að vinna úr hvað er sammerkt með sömum genum, hvað er undirliggjandi og svo vidare. Að námi loknu þá búa nemendur sem að lokið hafa meistaranámi í lífupplýsingafræði yfir fjölbreyttri færni, greiningu gagna,
vinnslu á lífupplýsingum, forritun og úrvinnslu. Þetta er sjálfstæð verkefni en náttúrulega unnin undir leiðsögn og oft í einhverju teymi eða hópi. Umhverfið er alþjóðlegt. Það er mikið af erlendum nemum, doktorsnemum, meistaranemum og nýdoktorum. Viðkomandi lærir að stunda rannsóknir, afla nýrra þekkingar, svona íta á mörkum þess óþekkta. Lífupplýsingafræði er komin til þess að vera og hún mun bara stækka þannig að tækifærin eru nánast óendanleg. Það eru gríðarlegt magn lífupplýsingar sem verið að afla núna bara í rauntíma af veirunni þegar hún að breiðast veröldina til dæmis. Það er heilmikið af lífupplýsingar sem að vera til inn á spítulum, erfðaupplýsingar eða eitthvað síretuupplýsingar sem að þarf svona færni til þess að vinna úr. Þetta er líka unnið á stofnunum út í samfélaginu, það er vöktun á til dæmis örverum eða einstaklingum með einhverjum vistkerfum, eru tegundir að berast utan á heimi inn í vistkerfin okkar, hver er samsetning vistkerfina, hvernig bregðast vistkerfin við ólíkum þáttum. Það eru líka fyrirtæki sem að brúka lífupplýsinga nálganir eða tölfræði nálganir á lífupplýsingum, bæði í fræðilegum tilgangi en einnig hagnýtum. Sem fyrr þá opnar svona meistaranám líka möguleikan á því að fólk geti farið í doktorsnám eða frekara rannsóknarnám á þessu sviði eða svona skyldum sviðum. Það er einnig mjög mikilvægt að samfélag framtíðar þarfnast fólk sem getur unnið með tölur og rýnt í flókin gögn og ef ykkur hafa sem sagt ástríði fyrir kennslu, fara í þetta nám og átta sig á því að þið geti kennt og miðlað og hafa mikinn áhuga á því, þá er þetta frábær leið til þess að fara síðan aftur út í skólakerfið á ólíkum stigum og reyna uppfræða fólk snertifleti, talna og vísinda. Ef þið viljið leita eitthvað frekari upplýsinga þetta nám, þá getið þið leitað til mín, Arnars Pálssonar eða Páls Melsteð sem er prófessor í tölvunarfræði. Það eru svona upplýsingar rannsóknarverkefni sem gerð hafa verið á sviði lífupplýsinga innan við háskólann á vefsvæði Líffræðistofu Háskólans og síðan er einnig hægt að fá frekari og almennari upplýsingar meistaranám hjá framhaldsnámsfulltrúum verk- og náttúruvísindasviðs. Bestu þakkir fyrir áheyrnina.